Jæja, góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og komin er til mín hún Arndís Anna Kristínar Gunnarsdóttir, Pírati. Arndís, verður kærlega velkomin. Takk fyrir. Hvað segirðu gott? Allt ljómandi. Er það ekki? Alveg, alltaf. Lífið gott? Alltaf. Næs, það er geggjað. Heyrðu, í dag ætlum við að tala það sem að hefur svona verið svona borið hæst í deglunni. Það eru mál flóttamanna og frumvarp að mér skil sem að Jón Gunnarsson lagði fram. En árunum byrjum þar. Hvernig æxlaðist það að þú fórst í þingmennsku? Já, það er nú aldrei góð spurning. Ég var, 2017, þá fer ég út í Frakklands í doktorsnám og ætlaði mér nú að klára það og fór í doktorsnám í mannréttindum í Strasbourg í Frakklandi. Og var það búin að vinna hjá Rauða krossinum í nokkur ár sem talsmaður hælisleitenda á Íslandi og flóttafólks. En svo vegna heimsfaraldursins og af ýmsum öðrum ástæðum þá var ég svona hálfpartinn knúin til að koma heim. Kom heim í júní 2020, lauk ekki doktorsnáminu og svona vissi eiginlega ekkert alveg hvað ég ætti að mér að gera. Ég í sannleika sagt hafði ekkert endilega séð fyrir mér að koma aftur til Íslands, koma aftur heim. Að flutta út í Frakklands og seldi alla búslóðuna mína og alla lögfræðibækurnar þegar ég fór sko. Og þegar ég kom aftur það var svona ákveðin fagleg tilvistarkreppa sem tók við. Ég vissi eiginlega ekkert hvað ég átti að gera. Mér fannst ég svolítið, mér vantaði að halda áfram. Komast lengra heldur en ég var búin að vera að gera hjá Rauða krossinum. Ég fætt með þá trú að það sé í mínu verk að hringa bjarga heiminum. Það var nú það sem ég ætlaði nú að gera. Alvöru pírati. Það var nú það sem ég ætlaði nú að gera ykkur stær í útlöndum og var ekki alveg viss hvað ég geti gert á Íslandi ef ég ætlaði mér ekki halda fram að vinna fyrir flóttafólk. Og á þessu tíma þá er bróðir minn á þingi og ég bara, mér fannst vinnan hans skemmtileg og ég hugsaði með mér sko, þetta er eitthvað sem ég geti gert. Ég hugsaði með mér þetta geti ég gert vel og ég hugsaði með mér þetta væri mjög skemmtilegt og þarna geti ég mögulega gert eitthvað að gagni. Er þetta skemmtilegt? Já, þetta er mjög skemmtilegt. Þú búin að gera eitthvað að gagni? Já, ég held að maður sjáu það kannski ekki alltaf alveg, sko. Auðvitað kemur á stundum upp í hugan. Ég náttúrulega er í stjórnarandstöðu. Við erum ekki með bein völd. En ég sá það til dæmis, ég hef kannski séð það helst þar sem ég hef verið fjarverandi. Þá finn ég sko hvað það er sem að ég væri að gera ef ég væri á staðnum. Og þá hugsa ég með mér, þá finn ég einhvern veginn að það skipti máli og það er eitt sem hefur kannski svona á jákvæðan hátt komið mér óvart á þinginu, það er það hversu miklu máli orðin raunverulega skipta. Maður hefði einhvern veginn haldið það svona þegar allt kemur til alls, þá er það nú bara meirihluti sem gerir það sem honum sýnist og það er sannarlega þannig, en samt ekki. Það er hlustað á okkur, sérstaklega þegar maður talar af einlægni, maður talar af sannfæringu og þekkingu, þá er hlustað og það er mjög skemmtilegt. En svo er líka bara skiptir rosalega miklu máli að halda ákveðnum hugmyndum á lofti, hvort sem að það eru samþykktar í dag eða ekki eða á morgun eða annað. Þannig að já, mér finnst ég vera að gera eitthvað að gagni og mér finnst þetta skemmtilegt. Og nú líka bara nýbyrjuð, þannig að það var eftir að koma í ljós hvað þú getur, hvort þú getur bjargað Íslandi og það er leiðandi. Ok, sko, við ætlum að tala mál hælisleitenda, flóttamanna og bara svona innflytjenda líka að einhverju leyti. Því að eins og segja, þetta hefur verið í deglunni og ég ætla að reyna að gera þetta eins erfitt og mögulega hægt er. Frábært, ég fyrir góða uppbytun í bítinu á bylginni í morgun. Er það ekki? Já, sko, mér langar svona að við svona huglegum þetta því að sko, sérstaklega með þessi mál núna sem eru á borðinu með þessa hóp, hvað ég var að segja, brottvísun, flóttamanna sem hafa verið henni kring COVID. Ég er í grunninn sammála þér það að það eigi mögulega allavega endur skoða máli út af því að það talaði þessar nýju forsendur og ég tel að það séu nýjar forsendur. Það var faraldur og það eru uppi nýjar forsendur á þeim grunni sem við höfum byggt svona okkar útlendinga löggjöf. En eins og segi, ég ætla að vera í svona búningi Jón Gunnars og alveg Jón Gunnars plus. Ég ætla að reyna að taka þetta alltaf á erfið nótunum. Já, og því að ég er ekkert ósammála Jóni að öllu leyti, en ég er eins og ég segi sammála þér að miklu leyti. Sko,
svo við byrjum bara á þessu máli, í hverju felst þetta mál, í hverju felst þessi nýja löggjöf sem að Jón Gunnarsson er að leggja fram til þess að takast á við þessa hópbrottvísun hælisleitenda núna í dag? Sko, þetta frumvarp sem dómsmálaráðherra var að leggja fram núna fyrir árinu, það er algjörlega ótengt því. Okay. Þetta er frumvarp sem hefur verið lagt 3 sinnum fram áður. Það hefur verið 3 sinnum áður fengið umfjöllun í þinginu og verið hvað ég að segja, það hefur verið bara dáið í nefnd. Og þetta eru breytingar sem Sjálfstæðisflokkurinn sækir mjög hart að því að gera á lögum sem voru samþykkt 2016. Þarna á að taka tilbaka ákveðnar réttarbætur sem að urðu eftir vinnu þessara sameiginlegu þingmannanefndar sem að vann lögin 2016. Ég held að sko ef að við erum að vera málefnaleg og reyna að horfa á sjónarhorna andstæðingana, þá held ég að sko aðal ástæðan fyrir því að þeir vilja þessar breytingar er að þessi ákvæði sem komið þarna inn sem að voru sannarlega mikil réttarbót skapa okkur ákveðna sérstöðu. Þetta eru ákvæði sem að allavega eitt ég veit ekki til þess að sé í lögum annarra Evrópuríkja. En sko með þeim fyrirvara, ég þekki ekki útlendingalöggjöf allra Evrópuríkja, hún er ekki fullkomlega samræmd og það eru sannarlega aðrar aðferðir líka bara í framkvæmd notaðar til þess í rauninni að hafa sömu framkvæmd og við gerum, jafnvel með þessi lög. Þannig ég tel lögin svo sem ekki vera vandamálið, en þetta held ég að sé ástæðan fyrir því að þau gefast ekki upp. En það hins vegar er verið að taka þarna tilbaka réttarbætur sem að fyrst og fremst leitu til skilvirkni í kerfinu. Og það er það sem að ég kannski ósáttust við í málflutningi í dómsmálaráðherra og kynningu á þessu frumvarpi, og það er það að þetta snúist eitthvað að auka skilvirkni, það er akkúrat öfugt. Skilvirkni verður minnkuð með þessum breytingum. Þessar breytingar snerust heimild Íslands til þess að taka til efnismeðferðarmál fólk sem hefur fengið stöðu flóttamanns í öðrum ríkjum. Fyrir 2016 það var það ekki hægt. Það var engin heimild til þess í lögum. Og það er, jafnvel í þeim ríkjum þar sem er engin svona heimild, þá vitum við að það eru samt umsóknir eru teknar til meðferðar þá á öðrum grundvelli. Hins vegar var það ekki gert hér á landi og þannig að þessu ákvæði bætt þarna inn vegna mála sem komu upp í umræðinni, sköpuðu gríðarlega mikinn óróa og mótmæli og töfðu á málin. Málin voru lengi í meðförum í kerfinu vegna þess að fólk auðvitað þegar það er í mjög erfiðri stöðu þá gerir það allt sem það getur til þess að reyna að leita lausna. Og þegar að við sem að störfum með þessu fólki aðstoðum að sjáum mikið óréttlæti þá berjumst við. Þannig að þetta átti að auka skilvirkni að heimila stjórnvöldum að taka þessi mál einfaldlega til efnismeðferðar. Þarna er fólk sem hefur fengið viðurkennda stöðu flóttamanns. Það er ekki umdeilt að þetta séu flóttamenn. Gjarnan frá Sýrlandi, Afganistan, Írak, Palestínu, eitthvað svoleiðis og Íran og öðrum ríkjum, Sómalíu líka. En þeim hefur verið veitt vernd þarna í sérstaklega Grikklandi og Ungverjalandi þar sem staðan er sínu verst í Evrópu. En er þetta þá ekki, er þá ekki verið að tala skilvirkni frá sjónarhóli kannski Íslands? Er ekki verið að tala að kerfi sé skilvirkt að því leitinu til að það sé verið að veita fólki vernd í ákveðnu löndum og þar að leiðandi eiga þau kannski ekki endilega rétt á að koma hingað? Myndi þá ekki Sjálfstæðisflokkurinn færa rök fyrir því að skilvirknin felst í því að Ísland afgreiði þetta mál eins og Íslandi hugnast, frekar heldur en eitthvað að það sé skilvirkt gagnvart kannski mannréttindar sjónarmiðum? Ég er akkurat að tala skilvirkni gagnvart kerfinu á Íslandi. Okay. Það er nefnilega þannig að ef segjum að hingað komi Sýrlendingur sem er með stöðu flóttamanns í Grikklandi, þá samkvæmt lögunum eins og þeir eru, þá er hægt að taka málið til svokallar efnismeðferðar, þess að það er bara opnað flóttamannsmálið og hann þá fær í rauninni í kjölfæri stöðu flóttamanns vegna þess að viðkomandi er flóttamanns. Þetta getur tekið innan við sólarhring og þá er viðkomandi bara komið dvalarleyfi og atvinnuleyfi og getur bara farið að byggja upp sitt líf. Á meðan kerfið eins og það er, þess að þegar við erum að reyna að vísa þessu fólki á landi, þá það er erfitt. Það er erfitt vegna þeirra mannréttinda sem við erum með og ég held að enginn vilja afnema, ekki einu sinni Sjálfstæðisflokkurinn og nýjaðri flokkar. Og það gerir það verkum að málsmeðferðin verður mjög löng, hún verður mjög þung.
fólk dvelur hérna í langan tíma og það það sem gerist og málsmeðferðin var ekkert skilvirkari áður en þessi lagabreiting varð 2016. Það alveg hægt að sýna það með tölum. Þannig að málsmeðferðin verður ekki skilvirkari. Það eina sem myndi breytast væri það að það væri ólíklega að fólk fengi að vera, fengi sem sagt dvalarleyfi á endanum. En málsmeðferðin sem slík ekki líklega til að styttast, dvalarlengd fólks hér í hæliskerfinu ekki líklega til að styttast, ef við bara berum saman við það sem var áður. Þannig að ég ekki að tala neinu mannréttindinu, ég bara að tala skilvirkni. En hinbreytingin líka sem kemur mér meira óvart. Þessi kom mér ekki óvart, það kom mér heila meira óvart þegar þetta ákvæði fékkst samþykkt þarna 2016. Það önnur mikil réttabót sem var komin í lögin 2016 sem snýrist það að það var sett í rauninni bara svona tímaþak á það hversu lengi mál væri að velkjast í kerfinu hérna. Og það var sett 12 mánaða viðmið að sagt, ef málsmeðferðin hefur tekið meira en 12 mánuði, þá skuli nú bara opna umsóknina, þá skal bara taka hana til skoðunar og vinna máli hér. Og þessa reglu á að mjög miklu leyti að taka úr sambandi. Með þessu frumvarpi dómsmálaráðherra svolítið verið að eyðileggja þetta og einu áhrifin sem það hefur eru þau að málsmeðferðin lengist, stjórnvöld hafa þá lengri tíma til þess að vesenast og reyna að móka fólki í landi. Lögreglan hefur alla ævi viðkomandi vegna þess að þarna verið að breyta líka markinu þannig að þessi 12 mánuði miðast ekki við þótt fluttur úr landi heldur bara að það loka úrskurður kveðinu upp. Þannig að ef hann kveðin upp innan 12 mánuða þá getur lögreglan bara að dunda sig við það sem eftir að reyna að koma fólki úr landi og meðan eru börn að aðlagast og þau eru í skóla því þau eru náttúrulega í skóla og annað og fólk hérna á landinu og það tekur þátt í samfélaginu þó að það yfir höfðu sér brottvísun. Þannig að þetta snýst enga veginn skilvirkni og það ekki nokkur leið að halda þið fram að þetta snúist skilvirkni. Nei, en sko núna þú svolítið að tala skilvirk kerfi sem að snýra því að þá að samþykja þessar umsóknir, að þessar umsóknir séu samþyktar. Að það skilvirkara. Já, akkurat. En sko, ég velti þá fyrir mér sko, þá svona, það alltaf talað í þessum málum svona signaling. Þú veist, ef við myndum senda þau skilaboð bara að þú kemst, ef hún að kaupa flugmiða til Íslands, þá getur bara fengið dvalarleyfi og jafnvel atvinnuleyfi á frekar einfaldan máta. Þá væri frekar mikið af fólki að reyna að komast hingað. Það að segja að við myndum vera miklu auðveldara kerfi heldur en til dæmis í Breitlandi, miklu auðveldara heldur en í Danmörku, auðveldara heldur en í Svíþjóð og fleira þess þar. Og núna svona, virðist pólitíkin vera að snúa þessu við. Það að segja í öðrum Norðurlöndum eru þau að grípa til miklu harðari stefnu og þau virðast tala jáfnvel það sjálf að þau hafi brent sig á þessari stefnu sem að svona, hljómar keimlíkt því sem að þú ert að nefna. Þannig að ég velti fyrir mér svona, þá ekki kannski sjálfstæðisflokkurinn bara að segja við viljum læra af reynslunni, við viljum læra reynslu Norðurlanda þau að þeim tókst ekki þetta sem við erum að tala þeim tókst ekki bara að svona, taka öllum með opnum örmum og vinna út frá því út af því að það eru afleitar afleiðingar, bæði menningarlegar og fleiri sem að, og bara þú veist þannig að heilbrigðiskerfið í klessu hérna sem hann alltaf þarf að laga en það batnar ekki ef við fáum fullt af fólki hingað til land sem að þarf líka á slíkri aðstoð að halda. Þannig ég velti fyrir mér, sko þessi skilvirkni sem við vorum að tala er þetta endilega jákvætt í augum þeirra sem að kannski eru efasemda fólk og kannski vísa þá til eins og Norðurlandana? Þarna hittur naglan alveg beint á höfuðið, lóðbeint, vegna þess að ég held að í það sem að liggi að baki öllum þessum stefnum sé akkurat óttinn við fjöldan, óttinn við það komi fleiri. Það undirliggjandi í allri útlendingastefnu Íslands þó að það sé aldrei sagt upphátt nema svona óbeint eins og fyrir dómsmálaráðherra þegar að hér nátt að vísa einhverjum 4 flóttabörnum til Grikklands og svarið hennar var það eru 9.000 flóttabörn í Grikklandi. Já, var það Sigríður? Nei, það var Áslaug Arna. Nú? Já, ef ég fer ekki á með, minna það. Og það sem að þetta kom náttúrulega ekkert óvart. Mér finnst alltaf ákveðlítið ánægilegt þegar að fólk afhjúpar raunverulega ástæðuna fyrir því sem það er að segja. En svar mitt á þessu var, ef að við ráðum ekki við að taka á móti 4, hvernig heldur að Grikklandi gangi með 9.000? En það sem að skipti máli í því sem að varandi það sem þú varst að segja var annars vegar að Norðurlöndin, þau hafa aldrei haft þá stefnu að taka á móti öllum. Það eitt ríki í Evrópu sem að hefur opinberlega tekið upp þá stefnu að allir séu velkomnir.
og það er Þýskaland Mhm. og það er Angela Merkel Mhm. sem ég er með mynd af á skrifborðinu mínu, svo ég tekið það fram. Sem að sagði að multiculturalism hefði feilað árið 2015. Nei, það er nefnilega útúrsnúningur úr Ok. hennar máli, hvert fólk til að kíkja á það. Ok. Alls ekki, hún hefur alls ekki sagt það og er ekki ennþá á því máli. Hún er ekki á því. Það sem að hún sagði var að hún hefði eftir á haft efasemdir að þetta hefði verið rétt að taka þess afstöðu, en svo líða 3 mánuðir í viðbót og þá segir hún, nú hef ég engar efasemdir að þetta hafi verið rétt. Það sem að ég held að hún hafi verið að fiska eftir þegar hún kemur með þessa yfirlýsingu hafi verið að fleiri þjóðarleiðtogar í Evrópu myndu hafa kjark til þess að taka sömu afstöðu vegna þess að staðan er þannig að ef öll Evrópuríki myndur umverulega standa saman, það væri þetta ekkert mál. Árinu 2015 sem er talið vera svona stærsta árið, það sem að var svona kannski stærsti hópur sem leitaði til Evrópu í einu, þó að það muni kannski toppast núna eftir innrásin í Úkraínu, þá var þetta, ég held að verið 1 milljón sem að kom þarna inn í einni gusu. Í Evrópu búa 500 milljónir. Þetta næri ekki einu svona upp í 1%. Þannig að það sér hver maður ef við dreifum þessu fólki bara allt eftir getur ríkjana, eftir því hvar störfin eru, eftir því hvar húsnæðið er, að þá er þetta ekkert mál, þá hverfur þetta fólk í fjöldan. Vandinn er náttúrulega þessi ótti líka við menningamunin og annað sem að við höfum aldrei tekið á og þetta eru stóru mistök að mínum mati Evrópu og þetta er það sem að ég tök undir með miðflokknum, við þurfum að læra af Norðurlöndunum, ég hugsa það bara á öfugan hátt. Við höfum að læra af þeirra mistökum sem eru þau að loka dyrunum. Norðurlöndin hafa verið með mjög stranga flóttamannastefnu í mjög mörg ár, 10-15 ár. Þannig að þau eru ekkert að læra núna að það er einhver mistök að opna, þau gerðu það ekkert. En þú veist, ég minna Norðurlöndin eru samt að segja þetta. Danir eru til dæmis bara búin að taka mjög harða stefnu og segja bara, og þetta er vinstristjórnin sem að rauninni setti þetta á laggirnar. Ég er fyrir jafnaðarmannaflokka í öðrum löndum. Já, og ég minna Bretar hérna, Ed Miliband minni mig, sem að var einn af þeim sem að setti þetta með Aung Tony Blair, ég man ekki alveg, það er svo langt síðan ég lesi þetta, en hérna setti þetta á laggirnar, hann sagði einnig að þetta hefði algjörlega feilað og þetta hefði verið mistök að taka við svona ótrúlega mörgum á svona stuttum tíma. Þannig ég velti fyrir mér sko, þú segir þetta hverfi bara í fjöldan, en ég minna, þú veist, þegar eins og ég held að Þýskaland hafi tekið á móti 2% á einu ári árið 2015. Menna, þú veist, þetta er ekki neitt og það er þessuna sem ég er að velta fyrir mér sko, þú segir þetta bara hverfin í fjöldan, það eru alveg efasemdir það í sambandi við til dæmis þegar fólk er ekki að aðlagast þegar til dæmis það er ótrúlega mikið fjöldi, ef ég og þú myndum flytja inn til Sádi-Arabíu og það var kannski 1500 Íslendingar, við varum mjög líklega að fara til þessara Íslendinga og við myndum ekki aðlagast í samfélagi, þannig ég velti fyrir mér sko, er ekki þetta eitthvað sem að þarf að horfa til? Þetta er það sem að ég á við varandi það sem að ég tel að Evrópa hafi gert mistök. Það sem að er kannski mesta mótsögnin í þessu er að stefnan sem við höfum, þessi útilokunarstefna, það er fyrst og fremst hún sem að kemur í veg fyrir það að fólk geti aðlagast. Þetta veður af svona vítarhring. Þegar að fólk upplifir sér ekki velkomi í samfélaginu þá það er verið með aðlagast. Það sem að, og ég segi það stundum sko í gamni og alvöru, hvað við hefum notað allan þann pening og allt það afl, allan þann gríðarlegu fyrirhöfn sem að Evrópa hefur öll lagt í, bæði Evrópusambandið og síðan Evrópuríkin hvert sig, til þess að reyna að loka dyrunum. Ef við hefum tekið þá orku og sett hana í það að aðstofa fólk við aðlagast og aðstofa við þessi gagnkvæmu aðlögun, þá værum við að horfa allt aðra stöðu í dag. Ég eins og sko, þetta er sannarlega, ég ætla ekkert að gera lítið úr ótta fólks við breytingar á samfélaginu. Það er í eðli okkar að vilja búa við ákveð öryggi að svona flestra. Það er alltaf ákveðin hluti sem er ævintýragerð og annað. Og það er líka svo merkildi það sem að mér langar að benda á. Langstærstu hluti flóttafólks býr og vill vera í nágrannaríkjum, síns upprunaríkis. Það vill vera þar sem það þekki menninguna. Það vill ekkert koma til Íslands. En eigum við þá ekki aðstofa við það í þessum löndum? Það er spurning hvernig við gerum það. Hvernig aðstofum við flóttafólk? Og því að þau vilja búa í þessum löndum, myndum við þá ekki frekar... Ég finnst 80% flóttafólk sem að býr í nágrannaríkjum. Já, akkurat. En ættum við þá ekki aðstofa þetta fólk sem að virðist vilja þá frekar búa þar heldur en á Íslandi, frekar aðstofa við það... Hvernig gerum við það? Það er góð spurning. Ég menna við getum aðstofa, við getum fjármagnað húsnæði í Tyrklandi eða eitthvað fleira þess að þar. Var það betri hugmynd heldur en að fá þau til Íslands?
Að mínu mati ekki, sko, að mínu mati, ef þú spyrir mig mínu persónulegu skoðanir, þá held ég að það sé langfarsælast bara í heiminum öllum ef fólk hver að búa þar sem að það vill búa. Vegna þess að ég held að fólk, við erum öll eins að þýlitinu til, eða lang flest, að við viljum búa þar sem okkur líður vel, þar sem við erum velkomin, þar sem að við getum haft húsnæði, þar sem við getum fundið vinnu við okkar hæfi, þar sem við skiljum tungumál og skiljum menningun og annað. Svo ákveðin ævintýragirni og það eitt áhugavert sem ég las einu sinni grein sem var enda samantekt af fræðigrein, hún var samantekt á ýmsum rannsóknum í bæði hagfræði og félagsfræði og mannfræði sem var að skoða hvers vegna fólk yfirgefur heimaríki sitt. Og þetta að meðaltali á bilinu 15-18% fólks sem hefur þennan karakter sem ákveðin forvitni, ævintýragirni og þetta það sem að fyrst og fremst veldur því að fólk yfirgefur heimaríki og það skiptir ekki máli hvort þú ert að tala sko, fólki erfiðum aðstæðum eða bara það að mér langar að fara til Frakklands og læra frönsku. Þetta er svo áhugavert vegna þess að og þess vegna og þetta stemmir við tölurnar það, 80% flóttafólks, það flýr bara eins stutt og það mögulega kemst upp með og það jafnvel kýs frekar að búa við mjög erfiðar aðstæður heldur en að halda förinni áfram. Þetta nefnilega, það mýta að allir vilji koma til Evrópu. Það ekki svoleiðis, það sannarlega mikill fjöldi. En það kannski það fólk sem einna líklegast til þess að geta aðlagast. Það fólk sem ólíklegt til þess að aðlagast og vill ekki aðlagast, það kemur ekki hingað. Það ekki að koma hingað. Það mjög lítið hluti af þeim sem raunverulega koma hingað. Þess vegna held ég að það væri affarsælast að við myndum svolítið kannski bara treysta manneskjunni og mannfólkinu. Við erum öll fólk. Við viljum ekkert vera þar sem við erum ekki velkomin. Og fólk náttúrulega að leita að einhverjum stað þar sem að það getur fest frið og getur fundið sig. Akkurat, ok. Ég reyndar hef mínar efasemdir. Ég held sko til og með ég ferðast mikið meðal annars í þróunarlöndum og mjög margir vilja að koma til Evrópu. Bara, það hafa bara ekki tök á því. Þannig að, ég hef mínar efasemdir það að sé meiri hlutin sem að myndi ekki vilja koma en ég veit ekki, ég hef ekkert fyrir mér í því. Það bara mín upplifun af því að hafa ferðast En ég velti fyrir mér sko, fyrst við erum að tala tölur og þú talar einmitt að 90% séu mitt í nágrannalöndum. Hversu mörgum á Ísland að taka á móti? Ég hef spurt Þórhildi Sunna þessu tvisvar, ég veit þetta alveg cheap shot en þetta samt alveg sko, mér finnst þetta að vera spurning sem að þarf að svara. Mér finnst þetta ekki fólk geta bara sagt bara já, já, hvað er að taka á móti mörgum? Ég myndi í fyrsta lagi segja sko, 13.000. Það að taka móti, 13.247. Það að taka móti fólki, sko þetta hljómar svolítið svona eins og við séum með einhverja bögla. Við ætlum að taka við ætlum að fá sendingu af þessu. Og ég held að þetta sé bara röng sýn. Okay. Ég trúi því alveg einlægt að og það ekkert bara eitthvað út í loftið, nú er ég búin að starfa í þessu í 13 ár, að ef við myndum leggja orku í það að gera landið og menninguna í stakk búna til þess að kljást við það fólk sem vil koma hingað, þá þurfum við ekki að setja neitt þak. Vegna þess að vandamáli snýst ekki fjöldan, vegna þess að samfélög eru mjög stór. Ísland gæti orðið 2 milljóna manna samfélag eftir einhver tíma. Það sem að fólk hrætt við, það ekki fjöldin, það samsetningin. Fólk hrætt við fjölda fólks sem að hefur aðra menningu, sem lítur öðruvísi út. Þetta ákveðnuleyti, ég ætla að segja, innan gæsalappa, eðlilegt, skiljanlegt, vil ég kannski segja. En þetta held ég það sem að raunverulega áskorun og þetta óttinn og það það sem að við þurfum að ræða frekar en að vera alltaf að tala um einhverja tölur. Því við vitum að þetta snýst ekkert tölurnar. Já, ég sko, Hardís, mér finnst þú vera að gera þetta aðeins og auðvelt út af því ég velti fyrir mér sko, það eru 7,8 til 8,3 milljónir manns á vergangi sem eru Sýrlendingar. Ef að við myndum taka á móti þeim öllum, þá væri Ísland ekki Ísland. Ég held að þurfum að horfast í augu við. Það ekki 8 milljón manns að fara að koma. Ég veit að það ekki 8 milljón manns, en þú segir skilur að það þurfi ekkert þak. Ég meina, ef að 2 milljónir myndu koma, segjum svo. Ég veit, ég ekki að segja að það geti gerst endilega, en ég að segja að þú hlýtur að horfast í augu við það að samsetning, bara Ísland myndi hætta að vera Ísland mjög fljótt. Akkurat. Það ekki? Þetta það sem fólk óttast, það samsetningin, það ekki fjöldin.
Nei, nákvæmlega, vegna en finnst það er það, ég meina það er svolítið ekkert skrítið, ég meina ef að 2 milljónir Frakka myndu koma til Íslands, ég meina það er hérna svona frönsk gömul nýlenda sem er eiginlega ennþá nýlenda hérna á Indlandi sem heitir Putukatai og það er eiginlega allt franskt þar, þú veist, allt er bara ótrúlega franskt, það eru frönsk bakari, mjög svona, þú veist, þú borgar miklu meiri pening fyrir alla hluti í Putukatai heldur en þú gerir alls þar annars þar á Indlandi. Ég er ekkert að segja að það sé eitthvað að því, en ég er að segja bara að ef að 1 milljón manns myndu koma sem frá Sýrlandi, þá myndi mjög ólíklega þeir aðlagast Íslandi, svona eins og við þekkja. Og mér finnst ekkert, sko, mér frekar ant vestræn gildi og fleira þess áttar. Og við vitum alveg að það er öðruvísi gildi, sérstaklega í Miðausturlöndum, og ég hef bara upplifað það sjálfur að það er gildi sem okkur hugnast ekki að mörgu leyti. Og mér finnst svona þegar fólk að tala þessi mál, þá er eins og svona hægri flokkanir séu smeykir við að segja þetta og vinstri flokkanir vita að þeir eru smeykir við það og þeir svona, nánast svona otaði í andlitið út af því að þeir vita að þeir get ekki sagt það sem þeir raunverulega finnst. En aftur á móti þegar ég tala við svona almenning, þá er þetta aðalmál. Það er nákvæmlega þetta. Þeir eru segja þetta er fólk sem að hérna er bara hugnast ekki tjáningafrelsi og er með mjög varhugaverðar hugmyndir til dæmis kvenrafrelsi og fleira þess áttar. Þannig ég velti fyrir mér, sko, þarft þú ekki að horfa samt í augu við það að það er ekki hægt að segja bara að það sé eitthvað að okkur að við getum ekki aðlagast heim ef við myndum taka á móti 1 milljón manns. Fattarðu? Jú, en þarna ertu einmitt, ég er einmitt að tala mér hreint út. Ok, ég er sammála þér. Ég er að tala það. Þetta er raunverulega áskorunin. Ok. Málið er það að fólk sem að líkar ekki við tjáningafrelsi, líkar ekki við réttindi kvenna, annað, það er mjög ólíklegt til þess að koma hingað. Þetta er málið og þannig virkar þetta í öllum heiminum. Ég er ekkert að fara til Sádi-Arabíu, mér líka ekki gildin þar. Ef ég er að fara þangað þá er ég að fara þangað í mjög tímabundin tíma til þess að velta fyrir mér. En það sem að ég er í rauninni að segja, og það er ekki, ég er ekki að segja við um aðla okkur öllum sem eru að koma. Það er ekki það sem ég er að segja. Okay. Það sem ég er að segja er að við þurfum að finna út hvernig við akkurat ætlum að standa vörð okkar gildi, það sem að við höfum byggt upp í þessum nýja breytta veruleika sem er það að fólksflutningar eru að aukast og þau munu bara aukast meira og meira og meira og það er það sem er kannski verst við þessa stefnu, hún er bara svo óraunhæf. Það er þannig, þetta mun halda áfram, þetta mun líklega aukast. Við erum með loftslagsbreytingar, það er ákveðin tæknivæðing, sjálfvirknivæðing, það er annað sem er að valda því fólk mun færast meira til í heiminum og þetta er sannarlega og ég ætla alls ekki að gera lítið úr ótta fólks sem vaknar þarna eins og þú segir, eins og þú orðaðir vel hérna áðan, þá verður Ísland ekki lengur Ísland og þetta er það sem við þurfum að tala þetta er það sem við þurfum að ræða, þetta er áskorunin, þetta er raunverulega áskorunin, þannig að þegar við erum alltaf að tala um einhverju tölur, það er enginn að adressa fílinn á stofugólfinu sem er þessi samblöndun og það er að mínum að það er það sem ég á við þegar ég segi ef að Evrópa hefði eitt öllu þessu púðri í að passa upp á þetta, í að tryggja aðlögun fólks, gefa fólki kosta aðlögun. Það eru alls konar hlutir sem að aðstofa fólk við aðlögun. Það vilja, ég ætla að segja allir aðlagast. Ef það er einhver undantekningar þá ætla ég bara að segja, koma með rökulluna að það eru undantekningarna sem sanna regluna. Fólk vill, eins og ég segi, það vill líða vel það sem það er og það sem að gerist ef að fólk fær stuðning við aðlögun er að það gengur það. Nú er ég búin að vinna í 13 ár. Þegar ég byrja að vinna með flóttafólki 2009, þá var þetta þannig, þegar þú fyrst flóttamanns, fyrstu dvalarskírteini, tekinaði mynd, hérna, gjör svo vel, hérna er strætóskilið, gangið vel, eða gott líf. Þetta er náttúrulega í fyrsta lagi, sko, fólk horfir alltaf á praktísku atriðin og ég hef hamrað á þessu alveg frá upphafi. Ég segi fólk þarf einhverja aðstoð til þess að komast inn í samfélagið. Og það halda allir ég að sé að tala um að það er einhver að hjálpa þeim með leigulistan og redda þeim vinnu og eitthvað redda þeim húsnæði og eitthvað svona. Það er bara ekki það sem ég á við. Og við settum á fót, ég held að það hafi verið 2015 eða 16, sjálfboðaliðar, sko mörgum árum seinna, 6 árum seinna. Bara við þurftum að byrja á þessu bara á okkar eigin frumkvæði nokkri sjálfboðaliðar. Ég var sem sagt í vinnu, ég var Rauða Krossinum á virkundum og sjálfboðaliðum helgar. Að við settum á fót námskeið sem að hét Welcome to Iceland, þetta var svona ákveðið tilraunaverkefni, vegna þess að það var enginn til í að taka þetta, það hafa allir gert lítið úr þessu verkefni sem að mínum að þetta er það mikilvægasta í þessu öllu, sem er að kenna fólki á íslenska menningu, ekki með því að standa þarna hvít og útskýra fyrir fólki hvernig heimurum virkar, heldur
eiga þetta samtal og þetta eitt af skemmtilegasta sem ég gert og eitt af produktífasta. Við vorum bara nokkur, bara ég og bróður minn og vinur minn og bara nokkur og við stiltum upp prógrami sem að sannarlega gekk út á það hvernig þú finnur vinnu og húsnæði en ekki hvaða síður eru í boði bara. Það var bara eitthvað glæra. En svo ertu með hvernig virkar það á Íslandi? Hvernig virkar menningin? Ef ég að leiga út íbúð og ég fæ skilaboð á Facebook sem segja I want this apartment. Ég ekkert að fara að svara því. Þessa hluti þarf fólk að læra. Þarf ég jafn mikið að læra í Frakklandi. Ég meina, ég fyrir til Frakklands sem nú bara hinum með þröskuldin. Og hindranina sem að maður mætir sem eru bara menningarlegs eðlis, það eru ótrúlegar. Ég í 3 ára og þá er maður svona rétt að byrja að skilja. Já, ef ég segi ekki bonjour þá fæ ég ekki afgreiðslu. Skilurðu? Þú veist, það eru þessi hluti sem enginn kennir fólki. Og það þarf að læra the hard way og fólk misvel í stakk búið til þess að gera það. Þetta það sem við eigum að vera að eyða púðrinu í. Okay. Þetta, og að mínu mati, ég algjörlega samfærið það. Ef við eyðum púðrinu í þetta, þá þetta ekki vandamál. Já, ég sammálaður að það betra, en ég ekki alveg sammálaður að það ekki vandamál. Því að Sam Harris hefur sagt, að þú segir einmitt, við erum með Charlie Hebdo, við erum með Aftenposten, við erum með í Hollandi þar sem að bara rithöfundar hafa bara verið myrtir og fleira þess áttar. Ayaan Hirsi Ali þurfti að flýja land og fleira þess áttar. Það alveg rétt hjá þér. Ég held að sé alveg undantekning að fólk hægi sér á slíkan máta og ég held að sé svona varhugavert að segja einmitt að allir innflytjendur séu þannig. En aftur á móti þá þurfum við samt að horfast í augu við það að það ákveðin hluti af kannski fólki sem ólíklegra til þess að aðlagast og þá erum við að athuga það að einhver kannski prósentur af þeim sem eru að koma til landsins væru á þessum skoðunum. Það að segja til mér eins og í Danmörku þar sem að bara Kóraninn brendur og þá verður bara riots og þú veist og ég ekkert að segja ég veit skilur það? Að sjálfsögðu. Að það sé brend bók, að það sé verið að eyðileggja heilu hverfinu í samfélaginu. Þetta akkurat það sem ég ætla ekki að verja eignarspjöll og ofbeldi, aldrei. Það mun ég aldrei gera. En það náttúrulega gríðarlega, það þarna eitthvað samtal sem hefur ekki átt sér stað. Þessi gagnkvæma virðing, hún ekki til staðar. Gagnkvæma virðing fyrir því sem skiptir fólk máli. Hins vegar vil ég segja, flest þessi atriði, þessi atburðir sem þú ert að tala þetta ekki flóttafólk sem komið gegnum hæliskerfi, ég held að það einn eða eitthvað. Þetta fólk sem jafnvel fætt og uppalið, þetta ríkisborgari í þessum löndum. Svo erum við líka með útaugu, þar sem bara innfættur maður sem bara styrlast af einhverju hatur og þetta þarna og ég ekkert á því að það sé hans hugmyndir, hans skoðanir. Það alltaf hlutir sem knýja fólk til þess að beita ofbeldi með þessum hætti og það eitthvað sem við eigum alltaf. En þau segja okkur bara blatant, þetta út af því að þið eruð að blasfíma Múhameð. Það því að fólk þú finnur alltaf ástæðu fyrir því sem þú ert að gera. Nei, ég held að þetta sé ekki rétt hjá þér út af því að ég meina, akkur trúum við ekki fólki þegar það segir okkur ástæðu fyrir því sem það gera. Það sé á við, það. Þú getur ekki yfirfært það að fólk sé reiðubúið að beita svona miklu ofbeldi yfir alla sem að hafa sömu afstöðu. Kannski eru flestir múslimar líka á því að það sé rangt að gera skopmynd. Já, með skopmyndar, nei, ég held að séu allir, þú veist, reyndar hafa komið varhuga að vera tölur eins og úr Bretlandi sem að, talar með Charlie Hebdo og fleira þess að það. En ég vil taka þess það sem þú ert að segja með eignarspjöll og Kóraninn, þú segir að það sé skiljanlegt. Þú finnst þér á Charlie Hebdo skiljanlegt að einhverju leiti að það sé skopmyndir og fólk myrt fyrir það? Heldur í alvörinni? Nei, ég veit það, en það einu skrefi aftar, skilur þú heldur en þetta með eignarspjöllin. Nei, það sem ég við, eins og ég segi, ég hugsa að þorri fólks og ég svo sem nú hef ég örugglega hitt fleiri múslima en meðal Íslendingurinn, það alveg klart mál. Sama hér. Og þeir eru með alls konar skoðanir og ég hef stundu sagt að við svona hörðustu rasistana sem ég hef hitt, þú veist miklu meira Kóraninn heldur en nokkuð múslimi sem ég þekki. Vegna þess að þau eru bara jafn misjöfn og þau eru mörg. Þau túlka hlutina á hinn og þennan hátt og öll gerum við það sem við gerum líka með okkar trúarrit og annað að við tínum úr þeim það sem að make sense fyrir okkur. Þannig að þessi gildi sem við höfum, þau koma aldrei úr einhverju bók, þau koma alltaf annars staðar frá. Við bara notum eitthvað til þess að styðja þau. Það að einhverjum finnist sárt, særandi og móðgandi og niðurlægandi og bara eigi að vera bannað að gera skopmynd af Múhameð, það ekki sama sem merki og finnast rétt að lappa inn á okkur skrifstofu og drepa fólk. Nei, ég veit að það var bara einu skrefi lengra. Það sé á við að við þurfum líka að ræða þetta. Mér finnst ekki rétt
að teikna skopmyndir af Múhameð. Mér finnst það bara ljótt. En að sjálfsögðu veri ég ekki ofbeldi og annað slíkt og það er allt önnur umræða. En miðað við fjölda múslima sem búi í Evrópu sem eru á þeirri skoðun að það er ekki að gera skopmyndir. Væri ekki bara búið að slátra okkur öllum ef að þetta væri raunverulega þannig að allir eru svona ofbeldisneiðir? Já, ég er að segja það, en þess vegna er ég að segja þú veist að hlutfall einhverjum mun kannski vera með... Ofbeldisneiðin hefur ekkert með grunnskoðunin að gera, það er það sé á við. Nei, Þó að það sé vilt þú... skýringi sem þau gefa á því sem þau gera. En vilt þú geta varið réttindi fólks á Íslandi að gera skopmyndir að Múhameð? Að sjálfsögðu. Ok. Að sjálfsögðu. Þá var ég að velta fyrir mér með þetta að gera, allir ef við myndum... Snýst meira virðingu. Já, það er alveg hægt að fara rauk fyrir því og það er, en skopmyndir að einhverju trúarmanni, þú veist, eins og Sam Harris segir, þú veist, people were killed for making fun of religious figure, end of moral analysis, þú veist, við erum ekkert að skoða... Það er ekkert langt síðan að við afnámum bann við guðlasti úr íslensku lögum. Nei, það er alveg rétt. Sem hefði eiginlega verið, það má færa rauk fyrir því að það hafi verið bann við skopmyndum á Múhameð. En hvað er langt síðan einhver var drepinn fyrir það að gera grín að Jesú? Nú bara þekki ég það ekki. Nei. Það er örugglega ekki langt. Það er það sem ég er að velta. En okay. Það er náttúrulega allt annað. Það er enginn sem er, skilur, það er allt annað. Hugmyndirnar, ég meina hvaða rök eru fólk að færa fyrir því, þú veist að skotarhús sem er eiga sér stað í Bandaríkjunum. Það er oft, ég var lagður í einelti, skilur. Þar eru vandamálin. Vandamálin snúast það hvað knýr fólk til þess að beita slíka ofbeldi og sama sem er að gerast þegar að kristið öfgafólk er líka beita ofbeldi. Ég ætla ekkert að segja neitt, það er ekkert með kristni að gera, að mínu mati. Ekki frekar en ofbeldi sem að múslimar beita hafi neitt með þeirra trú að gera. Þetta er allt það sama í grunninn. En ef einhver segir mér að hann myrði fólk út af rasískum ástæðum, þá trúi ég því að það voru út af rasískum ástæðum sem að gera það. Ef einhver drepur einhvern fyrir það að hafa gert lítið úr Jesú Krist, þá trúi ég því að hann hafi verið að drepa fólk fyrir það að gera lítið úr Jesú Krist. Ekki út af einhverju, hann var lagður í einelti, eða ég meina við getum alltaf dregið einhverjar slíkar ályktanir, en ástæðan var hins vegar einhver gerði grín að Jesú Krist. Akkurat ekki, þannig er ég algjörlega ósammála. Það er ekki ástæðan fyrir að fólk beitir ofbeldi. Og þetta er eitthvað sem að ég reyndar held, og þú veist, nú getum við farið bara mjög djúpar samræður, hvers vegna beitir fólk ofbeldi og hvað þau að gera í því að fólk beiti ofbeldi. Þetta er ennur umræða, hún er miklu stærri og miklu dýpri. Og þar er ég líka á þeirri skoðun að við séum komin alveg gríðarlega stutt. Og þar er ég að tala fólk af öllu litaspjaldinu og allt fólk. Og þar eru við komin inn í umræðu við getum farið að tala fíkla, við getum farið að tala geðsjúkdóma. Samfélag okkar í dag vanmetur rosalega þær rannsóknir, þau fræði sem eru til það hvers vegna fólk beitir ofbeldi og hvernig er hægt að koma í veg fyrir það fólk beiti ofbeldi og við erum að gera margt rosalega vitlaust. Þannig að það er miklu stærra, miklu dýpri umræða. Það er önnur umræða. Hefur ekkert með trúarbröð að gera. Það er allt annað. Þetta eru alltaf trúarbröðin að mínum mati. En ég vil aðeins, já, nákvæmlega. Ég vil aðeins tala svona pólitískar áherslur á þessu. Núna árið 2014 sögðu 8 af 10 Evrópulöndum að þau vildu engan fleiri múslima til landsins og það var fyrir hryðjuverkahreinuna og í öll hin löndin, þetta var meiri hluta fólks. Hryðjuverkahreinuna? Já, það var hryðjuverkahreina 2015 til 16-17. Þetta er fyrir þann tíma? Já, þetta er fyrir þann tíma. Ég gerði mér þessa BA-ritgerðina mína einmitt þetta og okkur... Hefur sér tölur eftir? Hefur sér tölur í dag? Já, en það var út á COVID. En ég gerði BA-ritgerðina mína nákvæmlega þetta og það hvernig Trump nýtti sér þetta og það er það sem ég langar að tala núna. Er að Trump nýtti sér hryðjuverkahreinuna 2015, 16, 17. Og já, 8. En hann var náttúrulega líka út af því að það var einmitt fólk sem að vildi ekki, við vorum bara í hvert skipti sem það kom með hryðjuverk þá heyrðum við bara Islam is a religion of peace sem að mínu religion of peace er náttúrulega bara ekki til því að það er engin trúarbrögð sem eru friðsöm. Við séum öfugt, eru öll. Já. En ég veldi fyrir mér er einhver svona pólitískur áhugi út af því ég held að svo sé ekki og ekki heldur á Íslandi og það er kannski ekki marka núna síðustu kosningur út af því að það er svona aðeins meira COVID og kannski húsnæðiskreppuna en ég held að sé ekki mikill pólitískur áhugi fyrir því að svona, ef ég á að segja bara alveg hreint út, fyrir stefnu Pírata í þessum efnum.
fyrir ekki, þú verður að endaka spurninguna. Ég er að velta fyrir mér, sko, já, það er rétt hjá þér. Ég er að segja að það er engin pólitískur áhugi virðist vera í Evrópu til þess að fá fleiri frá, þetta var mjög vinsælt term hérna 2015, Muslim countries, sem er náttúrulega ekki til, en svona til þess að einfalda þetta, þá vil ég nota það. Er sá áhugi til á Íslandi út, að ég tel að svo sé ekki? Áhugi á hverju? Að fá, sem sagt, mikið af hælisleitendum og innflytjendum, kannski innflytjendum frekar. Við erum með mikið hælisleitendum og innflytjendum frá þessum löndum. Já, ég veit það, en það mörg Evrópulönd vilja setja stoppa það og ég hef áhyggjur af því, út af því að, sem við ætlum að koma inn á eftir með aðlögunina, að pólitíski áhuginn sé heldur ekki hér á landi og ég velti fyrir mér hvað þér finnst það, eða hvað þú telur. Sko, ég verð nú bara að segja að ég veit ekki, það er nokkur manneskja neins það sé með einhverju sérstakar stefnu að sækja eitthvað fólk og fá það hérna inn og fjölga fólki af einhverjum ákveðnum. Það er sannarlega ekki stefna Pírata. Stefna Pírata er náttúrulega mjög frjálslynd og sko pólitískur áhugi á því að fá fleiri múslima til Evrópu, ef ég skildi rétt. Já. Ég held að hérna það sé bara enginn með þá stefnu, ég held að þetta kannski snúist ekki beinlínis. Nei, en þegar fólk var spurt, þá sagði meiri hlutin að þeir vildi það ekki. Þarna sko erum við ósammála hvert vandamálið er. Okay. Ég held nefnilega að þarna þetta er áskorunin sem við stöndum frammi fyrir, sem er það, af hverju vill fólk ekki fleiri múslima? Hvers vegna vill ekki fleiri múslima? Það er vegna þess að það er rætt, það er vegna þess að það hefur einhver ákveðna hugmyndir, ákveðna ímynd af múslimum, þekkir sennilega ekki múslima, sem að segja manni kannski hvað er hverfa í fjöldan, það er sko, kemur mér stanslust og óvart, hérna, og ég ætla að segja hérna pínulilla að finna sögu varandi það, hvað margir Íslendingar hafa bara aldrei hitt múslima. Aldrei hitt araba, að menn ég náttúrulega er búin að hitta svo mikið af þeim og fyrir mér er þetta sannarlega stór hópur en ég sé þau ekki mikið út á götu, sjáum ekki mikið af konum með slæðu út á götu þó það sé fjöldin allur af þeim hérna, ekki það að fólk heldur sig gjarnan kannski bara svona í sínu hverfi, ég er náttúrulega svona 101 hipster sko, en þetta til að sýna sko hvað raunveruleiki okkar getur, hvað við lifum í búblum. Nú er ég búin að búa í þessari búblu núna dálítið lengi og verið lögmaður margra hælisleitenda og flóttamanna og ég var einhvern tímann að tala við lögmann sem var ekki vanur þessum málum, hafði einhvern veginn alvast inn í eitthvað svona hælismál bara því að einhver þekkti einhvern og hann hringdi mig til þess að fá ráð og segir hérna, þetta var þess að einhver kona frá Sýrlandi sem hann var að aðstoða, hún talar arabísku á móðmáli og hann hérna er að biðja mig ráð og segir síðan já, svo náttúrulega er maður á að kunna þetta tungumál, maður er bara ekki alveg vanur því og ég hugsaði, vá, talar hann arabísku? En þá var hann að tala um ensku. Þá var hann að tala um það að hann væri nú kannski eitt svo sleipur í ensku og þetta var svo fjarri mér að mér datt fyrir í hug að hann kynni smá arabísku. Það passaði inn í minn raunveruleika og ég var bara full aðdáunar. En þá var hann svo óvanur hreinlega að tala ensku að honum fannst það erfitt í sínum störfum. Og þetta sýnir rosalega vel held ég hvernig raunveruleiki okkar er ólíkur. Það skildi hvarfla að mér. Einhver lögmaður út í bæ tali arabísku. Það segir það kannski svona hvert ég var komin. Af því mér finnst það, ég þekki fullt af fólki sem talar arabísku, Íslendingum og annað, sko, kannski ekki fullt, ekki nóg mikið en slatta. Þannig að sko hvað við þekkjum lítið af flóttafólki. Þetta er kannski vandamáli. Og það var annað sem að við reyndum á þessu námskeið sem að við gerum hérna 2015-16 sem að svona þátturinn sem ég var einnig spenntust fyrir. Það var bara svolítið erfitt að koma í kring og hanna það. Það var að fá fólk til að koma saman. Við vildum sem sagt fá flóttafólk til okkar á þetta námskeið og Íslendinga. Vegna þess að við vildum fá þetta samtal. Við vorum að ræða LGBT, við vorum að ræða kvenréttindi og mannréttindi, við vorum að ræða hluti eins og tjáningafrelsi, við vorum að ræða alls konar hluti og það var mjög margt áhugavert sem kom í ljós. Það sem kom kannski einna mest ávart en þó ekki var að margt sem við ræddum, við spurðum fólk, þá bara ein regla, tvær reglur, þú þarft ekki að tala og hin reglan var, ef þú ætlar að segja eitthvað, þá segir þú bara þína skoðun. Þína skoðun, ekki hvað einhver hefur sagt þér að sé. Og þetta var mörgu fólki bara pínlítið snúið af því það hefði aldrei verið spurt og það hefði bara aldrei pælt í því. Þannig ef þú fær fólk til að pæli því, við vorum með samkynhneigðan mann í þessum hópi Íslendinga sem var að stýra námskeiðinu og þau vissu það ekki. Og ég spurði hann eftir að ég segi hvernig líðið er af því að umræðina voru oft mjög fordómafullar. En vistu það gat ekki 10 mínútur
að fá fólk til að bara, já, þetta, akkur ekki. Þú veist, bara þetta samtal. Og sannarlega, ég er sammála því að það er svona ákveði, þú veist, fólk andar bara, þú veist, ok, þurfum að fara að byrja aftur, skilurðu, við erum búin að ná ákveðum árangri inn í okkar samfélagi, en það er bara þannig að samfélag, þau eru stanslust í þróun, við erum stanslust að viðhalda því, og ég meina við erum séð það sérstaklega síðustu missurum, við þurfum alltaf að hafa fyrir því að viðhalda okkar gildum og það er það sem að við hefum að vera fókus á, það er það sem við höfum verið að gera. Ísland spratt ekkert upp úr sjónum bara með mannréttindi og kvenréttindi og allir frábærir. Það er vegna þessa átak sem við höfum tekið í því að vernda mannréttindana og við höfum að halda því áfram og þannig að standa vörðum gildi, evrópsk gildi, ekki með að loka dyrum og gluggum, heldur bara freka með því að breiða út og segja allum heiminum hvað þetta er frábært og þetta sjáum við hvaða miklu þægilega að búa á Íslandi. Já, ég er mjög ánægður að heyra þetta, en ég menna til mér svo í Bretlandi þá hefur haft þetta hefur verið mjög erfitt út af því að til dæmis eins og ákveðin svona samfélag innan Bretlands hafa einmitt verið að berjast gegn því að það sé verið að kenna hinseginfræði og LGBT réttindi